Umdæmi lögreglunnar á Norðurlandi vestra eru Húnavatnssýslurnar og Skagafjörður. Frá miðri Öxnadalsheiði að Holtavöruheiði rúmlega hálfri. Mitt ár 2017 fór fram mikil endurskipulagning innan lögreglunnar á þessu svæði með það að markmiði að setja aukinn þunga í umferðarlöggæslu. Við sáum svona í árslok 2017 að þetta var að skila árangri. Þannig að niðurstaðan var svo að við bættum í og bættum við manni og bjöggum til sérstaka umferðardeild sem í eru 2 lögreglumenn sem hafa það að markmið að eru bara út á vegi og vegum hérna á Norðurlandi vestra að fylgjast með umferðinu og halda umferðarhraða niðri. Þá segir Stefán einnig að aukin áhersla hafi verið lögð á að sinna þessum málaflokki betur hjá almennu deildinni sem sinnir almennum vöktum og útköllum. Niðurstaðan var raun og veru þessi að við erum að fara úr 3000 kærum vegna hraðaksturs 2017 í tæplega 7000 2018 og árangurinn sem við vorum að vonast til sá að við erum að fækka umferðarslysum á Norðurlandi vestra 26% sem virkilega góður árangur á okkar mati og við erum mjög sáttir með að hafa náð þessu á þessu fyrsta ár okkar. Eins leiðilegt og það nú að vera stoppað fyrir ofraðan akstur, þá er markmið hjá lögreglunni ekki að vera með leiðindi. Sektin manns eigin, en þótt markmiði hjá lögreglunni sé göfugt, þá fylgir því ekki alltaf þakklæti. Auðvitað hefur maður alveg skilning á því að þetta orðið dýrt, sektirnar eru orðnar miklar við þessum hraðaksturs og umferðarlega brotunum. Þannig að við fáum nú kannski ekki mikið þakklæti þegar verið að skrifa kæruna en ég held að heilt yfir að þá hafi fólk mikinn skilning á þessu og öll viljum við að vegirnar okkar verði öruggari. Þannig að ég held að séu allir sammála yfir markmiðinu að gera þjóðvegi landsins á öruggari stað til þess að vera á. En það til fleiri leiðir til þess að ná fram auknu öryggi á vegum úti en með því að taka á hraðakstrinum og nefnir Stefán Vagn þar mál þar sem keyrt hefur verið á búfé í lausagöngu. Það eitthvað sem við höfum verið að velta fyrir okkur hvernig við getum tæklað og lausagang á búfjár til dæmis leyfð stórum hluta á þjóðvegi 1 í gegnum okkar umdæmi. Forvarnir klálega og þá bæði að vinna með ungmönnum og eins höfum við verið að skoða verkefni tengt fyrirtækjunum á svæðinu þar sem við erum að auka vitundarvakningu og meðvitund fólks sem að keyra mikið á atvinnubílum að vera til fyrirmyndar í umferðinni. Þannig að við erum að reyna að hugsa upp leiðir og finna hvernig við getum náð þessum árangri raun og veru gert hann betri og meiri. Það er verkefnið, stóra verkefnið. Árangur síðasta árs hvetur lögregluna á Norðurlandi vestra áfram til þess að gera enn betur og hefur 3. manninum verið bætt við umferðardeildina með von að sjá enn öruggari vegi í umdæminu að ári. 2019 ætti þau allavega að sjá meira af lögreglunni á Norðurlandi vestra á vegum í umdæminu. Það er markmiðið að auka sýnilega löggæslu og með það markmiði að draga úr umferðarhraða og fækka umferðarslysum.